Þá næstur á mælendaskrá Andrés Magnússon, gjörðu svo vel. Kæru félagar og formaður og þeir sem heima sitið. Ég kom aðeins svo seint, ég held að við samt ekki verið komið inn á það sem ég ætla að gera umfjöldunarefni mínu. En það var fyrsta greinin og það bara hefur verið svo lítill tími til þess að ræða þetta. Það verður kannski eðlilegast að við hefum rætt þetta í nefndinni þar sem ég sit en við erum sammála að ég myndi bara taka það hér. Og þar segir utanríkisstefna og almennt fyrirsvar ríkisins á hendi ráðherra í ríkisstjórn. Þetta er alltaf almennt, ætti ekki að vera utanríkisstefna og almennt fyrirsvar ríkisins varðandi utanríkismál, því að þetta er mjög svona breið yrðing þarna, nánast eins og þessi allt. Og síðan finnst mér þetta bera svolítið keima því að við erum svo vön þessu samkrulli, þessari samsósun framkvæmdavalds og löggjafarvalds. Okkur, til dæmis hérna í dæmi A í skýrslu stjórnlaganefndar miðdálknum, þar stendur utanríkisráðherra mótar utanríkisstefnu. Hvernig getur framkvæmdaraðili mótað stefnu? Við erum svo samdögn þess að við sjáum ekki innbyrðis mótsögnin í þessu að framkvæmdaraðili, hann á að framkvæma það sem aðrir hafa ákveðið. Hann getur ekki búið til stefnu. Þannig að ég varpa þessu fram svona til þeirra sem sitja í nefnd B, hvort við ættum ekki að umorða þetta og segja Alþingi mótar utanríkisstefnuna en utanríkisráðherra sér framkvæmd hennar og fer með daglega forsjá utanríkismála. Forsjá þannig staðinn fyrir fyrirsvar. Bara til þess að árétta þetta að framkvæmdavaldi sér að framkvæma vilja annara. Það á ekki að hrifsa til þessum völdin eins og gerst hefur á Íslandi. Og þá það þriðja grein, framsal ríkisvaldsins. Ég tek svolítið undir áhyggjur Ara, ekki framsal ríkisvalds oft breytingar á stjórnarskrá. Í stjórnarskránu stendur, ég man nú ekki tillögur okkar alveg orðrétt, en mér minnir að standi að Hæstiréttur æðsta dómsvald ríkisins. Þá þannig ef íslenskur hermaður fer í friðargæslu til Afganistan og dæmdur í 5 daga fangelsi, að hann getur sagt, já, kæri Mayor, þú mátt alveg dæma mig, en ég fer bara með það fyrir Hæstiréttin á Íslandi. Og það sá réttur sem ég lít. Eða ef það eru einhver kvóti í alþjóða hvalráðinu að við getum áfrýjað honum til Hæstaréttar. Eða skrúfustarði eða mutteringar í flugvélans Ómars að það kemur reglugerð sem segir að hún eigi að vera 3,5 tonn en ekki 3,4, að við getum þá áfrýjað því til Hæstaréttar. Þannig að fyrir mér lítur út eins og framsal ríkisvalds sé líka breyting á stjórnarskránni að Hæstiréttur sé æðsta dómsvald. Nú ég ekki lögfróður, það getur vel verið ég sé miskild allt saman en vil kenna að þess áhyggjur komið fram. Og síðan 2 önnur atriði, mér finnst ekki sanngjarnt að við setjum að það þurfi 2/3 hluta í þessari 3. grein. Þá erum við virkilega að taka afstöðu annað með eða á móti inngöngu í Evrópusambandið og mér finnst bara ekki sanngjarnt að við álitum að það sé okkar mál. Mér finnst bara eðlilegast að það sé mál þjóðarinnar með atkvæðagreiðslu. Og líka finnst mér gott að hnykkja á því að í 3. greininni að atkvæðagreiðslan skuli vera bindandi, en mér finnst þetta dálítið langt orðalag að hnýta því aftan við síðustu setninguna. Eftir að búið að segja skal ákvörðun borin undir þjóðaratkvæði til samþykktar eða synjunar og punktur skal hún vera bindandi. Getum við ekki bara sagt. Af Alþingi skal ákvörðunin borin undir bindandi þjóðaratkvæði punktur. Og punktur hjá mér líka takk.